Góðan daginn bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og annað starfsfólk sem hér samankomið í sal á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar. Ég býð ykkur velkomin á 350. annan fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann setta. Fundurinn tekin upp og streymt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Ég óska hér í upphafi fundar eftir afbrigðum frá boðaðri dagskrá til þess að taka inn fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 24 frá 26. apríl ásamt tillögu að breytingu á deiliskipulagi Mjóarhafnar. Einnig að taka inn liðinn af fundaáætlun bæjarstjórnar og nefndaskipan Framsóknarflokks, ef enginn hreyfa við því andmæli. Svo virðist ekki vera þá verða þessi liðir teknir til umfjöllunar og afgreiðslu. Dagskrá fundarins í dag er því eftirfarandi. Fyrst á dagskrá er ársreikningur Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2022 til síðari umræðu hér í bæjarstjórn. Þá eru það fundargerðir bæjarráðs nr. 795 og 796 sem verða teknar saman til umfjöllunar og afgreiðslu ef enginn hreyfa við því andmæli. Fundargerð fræðslunefndar nr. 124, fundargerð mannvirkja- og veitunefndar nr. 13, fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar, fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 23 og 24 sem verða teknar saman til umfjöllunar og afgreiðslu ef enginn hreyfa við því andmæli. Fundargerð félagsmálanefndar nr. 164 og síðan er undir liðnum almenn mál, það er fjárhagsáætlun 2023 viðauki 1, reglur fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar, samþykkt stjórn og fundarskuld bæjarstjórnar, breytingar 2022 og 2023, samvinna Fjarðabyggðar og Hornafjarðar barnaverndarþjónustu, erindisbréf félagsmálanefndar, erindisbréf umhverfis- og skipulagsnefndar, siðareglur kjörinna fulltrúa, drög að reglum stuðningsþjónustu, nefndaskipan Framsóknarflokksins 2022-2026, breytingar á deiliskipulagi Mjóarhafnar og loks fundaáætlun bæjarstjórnar. Og hér í upphafi fundar langar með að segja frá því að bæjarfulltrúi Jóhanna Sigfúsdóttir hefur vakið athygli á vanhæfi sínu undir lið nr. 9 í fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 23 og verður sá liður þá tekinn til umfjöllunar og afgreiðslu sér. En göngum til dagskrár. Fyrsta dagskrá er ársreikningur Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2022 sem hér er komið til síðar bæjarstjórn. Og það er bæjarstjóri Jón Árný Þórðardóttir sem er mæla fyrir ársreikningi. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ársreikningur liggur hér fyrir, er lagður hér fram til síðari umræðu hjá Fjarðabyggð vegna ársins 2022. Ársreikningur farið var yfir ársreikning hérna í fyrri umræðu í lok mars síðastliðnum. Engar breytingar urðu á reikningnum á milli umræðna. Endurskoðendur munu árita reikninginn fullri áritun í kjölfar þessa fundar og með mér í salnum hérna í dag er fjármálastjóri ef uppkoma einhverjar spurningar legg ég því ársreikning Fjarðabyggðar fyrir árið 2022 hér fram til samþykktar við síðari umræðu. Takk fyrir þetta. Orðið er laust ársreikning Fjarðabyggðar. Stefán Þór Eysteinsson hefur beðið maður, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Við erum auðvitað að taka seinni umræðu ársreikninginn og við svo komum ágætlega inn á hann í síðustu umræðu, en það er samt ákveðnir punktar sem er ágætt að koma aftur inn á og fara yfir við yfirferð þessum ársreikningi. Nú, það er auðvitað öllum ljóst að aðstæður í samfélaginu hafa verið skrýtnar á undanförnum 12-18 mánuðum. Það hefur auðvitað verið gríðarlega há verðbólga sem hefur haft mikil áhrif, ekki bara á sveitarfélögin í landinu, heldur líka bara fólki í landinu, en verðbólgan auðvitað, hún litar svolítið
reikningin eðlilega og við sjáum það bara ekki bara á sveitarfélaginu Fjarðabyggð, heldur á öðrum sveitarfélögum að verðbólgan er að hafa ýmis áhrif. Og samhliða hárri verðbólgu þá auðvitað hafa stýrivextir hækkað mikið síðustu mánuði, síðasta árið með tilheyrandi áhrifum þar sem við erum að sjá vaxtakjörin hækka töluvert með hærri greiðslum, hærri fjármagnskostnaði og það auðvitað hefur sín áhrif og litar að einhverju leyti ársreikning 2022 og þetta er auðvitað bara utanaðkomandi aðstæður sem við höfum voðalega lítið að segja og en vert að minnast á að í raun og veru þessi utanaðkomandi áhrif hafa heilmikið að segja í stóra samhengi þegar kemur að þessum ársreikningi. Það hefur svona aðeins myndast smá umræða svona milli kjörinna fulltrúa og kannski einhverju leyti í samfélaginu þó sé ekki mikil varðandi skuldir sveitarfélagsins og því ýmsu verið kastað þar fram en það er nauðsynlegt að við séum svona höldum staðreyndunum á hreinu og séum að fara með rétt mál þegar þeim kemur. Ef við horfum á sveitarfélögin í kringum okkur þegar kemur að skuldbindingum, lífeyrisskuldbindingunum sérstaklega, þá sjáum við að Fjarðabyggð sker sig svolítið út með önnur sveitarfélög í okkar stærðarflokki að við höfum töluvert háar lífeyrisskuldbindingar og lífeyrisskuldbindingarna telja þetta inn í þessar heildar skuldir sveitarfélagsins og svona lita svolítið þá mynd þó svo þetta séu þetta ekki kannski beinlínis skuldir sem slíka við lánastofnanir eða neitt þannig en þetta eru þetta skuldbindingar, ég er ekki að gera lítið úr því en þarna eru í raun og veru skuldbindingar sem við höfum lítið að segja og við stýrum afskaplega lítið en þau þetta hafa töluverð áhrif þegar við horfum á svona heildar skuldir sveitarfélagsins og það sem við höfum líka séð á síðustu misserum í fyrra til að mynda þessi endurreikning á hvernig lífeyrisskuldbindingar eru reiknaðar þar var þetta töluverð hækkun hjá Fjarðabyggð og þetta öðrum og við höfum séð svona lífeyrisskuldbindingarnar hækka töluvert umfram það áætlun sem við höfum að gera en eins og segi það lítið fyrir í raun og við því að gera svona í reksturinn sjálfur. Við höfum líka þegar við horfum á heildar samsetningu skuldana hjá Fjarðabyggð þá þetta hluti af þeim skuldum Fjarðabyggðar inn í samstæðinni sjálfri og beinar skuldir við lánastofnanir þá ekki nema tæplega 4 milljarðar af þeim 10 sem að Fjarðabyggð skuldar á skuldir og skuldbindingar þannig að svona ef við rýnum aðeins dýpra ofan í þessar skuldir og skuldbindingar þá sjáum við þetta ekki alveg þannig að þetta sé alltaf beinlínis við lánastofnanir. Ég er ekki að gera lítið úr þessum hins vegar skuldbindingum sem slíkum en við þurfum aðeins að rýna ofan í hverja þær eru. Við höfum eitt af því sem hefur aðeins verið rætt hvernig meta eigi það við skuldastöðu og ýmsu verið haldið fram hvað það varðar. Í þessu samhengi þá þetta kannski skynsamlegast að horfa á skuldahlutfallið þar sem við erum þá í raun og að horfa á tekjur versus heildarskuldbindingar, hvernig getum við greitt af þessum skuldum eða skuldbindingum og það er ljóst að þar stendur Fjarðabyggð sterkt í raun og þetta skuldahlutfall, það minnkar milli ára og á miða við þá fjárhagsáætlun sem við gerðum þá fyrir þetta ár og svo fyrir næsta ár þá gerum við ráð fyrir því að þetta skuldahlutfall muni halda áfram að lækka og það á bæði við í A-hlutanum og svo í samstæðinni sjálfu og í samstæðinni sjálfu þá þetta stendur enn betur að vígi þar sem að skuldahlutfallið er ansi gott og í rauninni þegar við erum að horfa á þessar skuldir og erum að ræða þessar skuldir þá er það þetta kannski mælikvarðin á hvernig við eigum að ræða hvernig sé best að ræða þessar skuldir og þá erum við þessi raunverulega getu okkar til að greiða þeim aðrar það er að slá ýmsu fram en þetta er nú verið besta leiðir að ég til að meta þetta. Annað sem að við höfum heyrt líka og talað það hefur verið varðandi fjölda starfsmanna sem dæmi stöðugildi. Ef við horfum og við getum rýnt aftur til 2015 þá sjáum við að íbúi per stöðugildi í Fjarðabyggð hefur verið nokkuð stabil. Við hefum farið úr tæpum 14 niður í tæpa 12,5
og það ýmislegt sem liggur þar að baki. Auðvitað hefur Fjarðabyggð stækkað töluvert frá 2015 sem dæmi, tæp 12%, það að segja í íbúðafjölda, og það sífellt verið að gera auknar kröfur á sveitarfélögin. Til að mæta þeim kröfum þá höfum við auðvitað þurft að auka við og bæta okkar þjónustu, eðlilega, og við auðvitað viljum hafa þjónustuna hér þannig að við lögum að fólk og að fólk vilja setja sér að, vilja vera hér til framtíðar og byggja undir og byggja við þetta samfélag sem við hefum hér. Og í rauninni varðandi þá, svo er náttúrulega annað sem inn í þessu líka það sem við getum talað og það kannski óhjákvæmilegt að við gerum það, og það þá stytting vinnuvikuna sem þetta hefur haft áhrif á þessa tölu líka, og sveitarfélag hefur gert það sem að það hefur þurft að gera til að geta mætt þeirri þjónustu kröfur sem í samfélaginu, þannig sem að mæta þeirri þjónustu sem við þurfum líka að mæta. Þið hafið heyrt á vettvangi sveitarfélagana, það sífellt verið að takast á þessa tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga, og það umræða sem á sér stað í mjög stóru samhengi. Öll sveitarfélögin hafa verið í tala þetta mikið umræðan, og það ekki ástæðulausu. Kröfurnar á sveitarfélögin auðvitað orðin þannig miklar að það komið þannig á að mörg sveitarfélög telja að tekjurnar sé ekki nægar til að standa undir rekstri af þessu leyti til að mæta þessu kröfur, og þetta bara þessar síauknu kröfur og sem gerðar til sveitarfélagana, og þetta auðvitað hefur áhrif þegar við lítum á til að mynda bara rekstur í heild sinni. Nú, það samt ekki þannig að það megi ekki rýna rekstur. Það auðvitað alltaf eitthvað sem að gera, og það auðvitað eitthvað sem við erum að gera, við erum í vegferð á, og það eitthvað bara samtal sem á sér stað og hefur, vill ég meina, bara gengið þokkalega vel, þetta samtal allavega, og við erum í miður ferli núna sem snýr að því að rýna reksturinn, og ég á ekki vona á öðru en það muni bara koma vel út. Við erum auðvitað, það sem við höfum séð á síðustu árum auðvitað, kannski svo við komum aðeins inn á fjárhagsáætlunina fyrst, þess sem við samþykktum síðast, þar höfum við auðvitað verið að draga úr fjárfestingum, við höfum verið að reyna að draga úr auknarkostnaði sveitarfélaginu. Hér á síðustu árum auðvitað var ráðist í gríðarlega miklar fjárfestingar, og ég veit ekki betur en að það fjárfestingar og framkvæmdir sem að farið var í við samþykki allra flokka og nauðsynlegar framkvæmdir, þar sem við erum að horfa á uppbyggingu leikskóla sem dæmi, sem auðvitað nauðsynleg stoð í því að byggja upp okkar samfélag, og í raun og veru bara búa til samfélag sem fólk tilbúið til að búa í. Og það auðvitað þannig að við erum auðvitað að reka samfélag. Það kannski í grunninn hvernig við þurfum að horfa á þetta, og það hafa auðvitað verið þannig, þetta fara sem að tala alltaf lengi, en ég vil að fá að enda þetta með bókun og ég lesa hann upp með tímilegu fórseti. Bókun Framsóknarflokks og Fjarðalistans við seinni umræðum ársreikning Fjarðabyggðar og stofnana 2022. Í ljósi efnahagsumhverfisins sem nú hérlendis, þá rekstrarniðurstaða ársreiknings 2022 ásættanleg og sýnir batnandi stöðu A-hlutans milli ára þrátt fyrir stóra óvissuþætti. Meirihlutinn ítrekar að áfram verði lögð áhersla á að halda vel utan um rekstur A-hluta til framtíðar og rýnt verður áfram í rekstur sveitarfélagsins á öllum sviðum líkt og verið hefur. Gríðarlega há verðbólga einkennir nú öll hagkerfi sem hefur sett mark sitt á rekstur sveitarfélaga á Íslandi og Fjarðabyggð þar engin undantekning. Samhliða hárri verðbólgu og mikilli hækkun á stýrivöxtum hafa laun vaxið umfram spár með tilheyrandi áhrifum á sveitarfélagi. Sömuleiðis ljóst að breytingar á lífeyrisskuldbindingu sveitarfélagsins setja mark sitt á lokaniðurstöðu ársreikningsins en hafa þó ekki áhrif á sjóðstreymi. Áfram því mikilvægt að lögð sé áhersla á að rekstur Fjarðabyggðar haldi sig innan útgefinna fjárhagsramma. Þá það ljóst að tekjustofnar sveitarfélaga haldast ekki í hendur við aukna þjónustu
við íbúana sína og mikilvægt að leiða þau mál til lykta með ríkisvaldinu hið fyrsta til að tryggja sjálfbæran rekstur sveitarfélaga til framtíðar. Ársreikningur Fjarðabyggðar stofnana fyrir árið 2022 gefur engu að síður mynd af sterkri fjárhagslegu stöðu sveitarfélagsins og öflugu atvinnulífi þess og að það sé bjart framundan í Fjarðabyggð. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Ragnar Sigurðsson hefur beðið að gera svo vel. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Í umfjöllunum ársreikning sveitarfélaga er gjarnan talað samstæðu, það er A- og B-hluti reksturs. A-hlutinn snýr beint að íbúanum og er að mestu fjármagnað með sköttum og gjöldum íbúana. Þjónusta sveitarfélagsins við íbúana í fræðslustarfsemi, íþrótta- og æskulýðsmálum, félagsþjónustu, viðhaldi gagna ásamt rekstri og uppbyggingu fasteigna tilheyrir A-hlutanum. B-hlutinn snýr að stofnunum og fyrirtækjum sveitarfélagsins, svo sem hafnarsjóði, vatnsveitu, hitaveitu og einingum sem eru sjálfstæðir í rekstri. Það er mikilvægt að hafi þetta í huga því fjárhagsleg staða sveitarfélagsins er sterk þegar eingöngu er horft til B-hluta sveitarfélagsins og er eina af þeim ástæðum fyrir því að við fáum ekki varúðarbréf þessa dagana frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga líkt og mörg sveitarfélaga á fengið undanfarið. Þetta er jákvætt og staða B-hlutans er jákvæður og hefur verið það undanfarin ár og B-hlutin þarf að standa undir sínum skuldbindingum og mæta þörfum atvinnulífsins og það er mikilvægt að B-hlutin sé sterkur því þannig getum við haldið áfram að vaxa í krafti atvinnulífsins sem er forsendan fyrir framþróun sveitarfélagsins. Það er A-hlutinn sem er áhyggjuefni og hann er mikið áhyggjuefni. Hann er ósjálfbær og hefur verið það á undanförnum árum og stendur ekki undir þeim rekstri sem við erum með í dag. Rekstrarstaðan í A-hlutanum er mjög veik og við ráðum ekki við þann rekstur til lengri tíma né í þeim rekstri sem við erum í dag. Þess vegna þurfum við að grípa til ráðstafana. Þetta er alls ekki skammtíma vandi, þetta er viðvarandi vandi og verður einungis lagað með ákvörðun. Án þeirra mun staðan versna. Ítrekað fáum við ábendingar það að sú stefnumörkun og áætlun sem við setjum okkur stenst ekki. Við fylgjum ekki okkar eigin stefnun í áætlunum og bregðumst ekki við þegar það þarf á, heldur gerum við viðauka í trássi við verklagsreglur og tilgangi viðauka í fjárhagsáætlun sveitarfélaga. Sem dæmi afleiðingu og skorti á aga og ábyrgð í okkar rekstri, þá er rekstraniðurstaða samstæðu A- og B-hluta 470 milljónum krónum lakar en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Ef við horfum bara á A-hlutan þá er rekstraniðurstaðan 350 milljónum krónum lakar en áætlunin gerði ráð fyrir. Launakostnaðurinn 238 milljónum krónum umfram áætlun. Rekstrakostnaður samstæður 323 milljónum krónum umfram áætlun. Handbært fé í árslok 400 milljónum krónum lakar en gert var ráð fyrir. Langtíma lán er rúmlega 300 milljónum krónum meira en áætlanir gerðu ráð fyrir. Svona mætti áfram telja og við höfum áður séð þetta og við höfum fengið ábendingar að við þurfum að grípa til ráðstafana og við þurfum að halda betur utan áætlanir og á síðasta ári var nákvæmlega sama umfjöllun ársreikningi og allir flokkar sammála að staðan væri erfið. Framsóknarflokkurinn talaði að hagræðing væri langhlaup. Ég tók undir og ítrekaði að það væri mikilvægt að byrja strax enda langhlaup að ræða. Ljós hefur komið að langhlaupið er maraþon og sífellt dregst að ræsa út í maraþonu. Á meðan versnar staðan og á sama tíma eykst fjárfestingar og framkvæmdaþörfin. Á ári hverju koma fram einfaldar útskýringar sem að eiga við versnandi afkomu eins og við horfum á hér áðan, en árin líða og aldrei batnar það en útskýringunum fjölgar. COVID, lífeyrisskuldbindingar, stytting vinnuvikunar og á síðasta bæjarstjórnarfundi nú áðan ára verðbólgan og stýrivextir. Á sama tíma aukast stöðutekjur sveitarfélagsins en reksturinn bólgnar út umfram þær tekjur sem við höfum áætlað og umfram þá tekjuaukningu
sem var umfram þá tekjuaukningu sem við höfum áætlað. Ítrekað á undanförnum árum hefur Sjálfstæðisflokkurinn varað við núverandi þróun, lagt fram tillögu til að sporna við og snúa upp blaðinu. Fyrir 3 árum lögum fram tillögu í nokkrum liðum þar sem hvatt var til aukins aðhald í rekstri. Sú bókun var sambærileg á árinu þar á undan og árin þar á eftir. Á meðan við snúum ekki við blaðinu endum við sem skuldsettasta sveitarfélag landsins þegar horft er á skuldastöðu A-hluta og íbúafjölda. Í núgildandi ársreikningi sem er nú til umfjöllunar skuldir per íbúa Fjarðabyggðar tæpar 2,1 milljónir króna sem er 200.000 krónum meira á hvern íbúa en áætlanir okkar gerðu ráð fyrir. Þessi staða setur okkur í hóp skuldsettustu sveitarfélag landsins með íbúafjölda. Og það er rétt sem kom hér fram áðan að kröfur til sveitarfélagana aukast. Og það á alveg við eins og ég fór yfir á síðasta bæjarstjórnarfundi þegar við tölum fjölgun bæjarstarfsmanna. Á þeim bæjarstjórnarfundi talaði ég að miðað við ársreikninginn þá er 24% fjölgun starfsmanna frá árinu 2015. Og það er rétt sem að háttvirtur bæjarfulltrúi Stefán kom hér inn á áðan, kröfurnar hafa aukist. En samt sem áður þá skiluðum við hjúkrunarheimilunum sem var gríðarlega erfið ákvörðun en hún var rétt vegna þess að við gátum ekki staðið undir þeim kröfum öðruvísi en að borga með þeim rekstri. Þess vegna tókum við það ákvörðun hér að skila því. Ávinningurinn af því að skila hjúkrunarheimilunum það var fyllt upp í hann strax með auknum rekstrarútgjöldum. Og við tókum það bil 72 starfsmenn, ég held ég farið rétt með, út úr þeim starfsmannafjölda sem tilheyrir Fjarðabyggð, en við höfum fyllt upp í það og gott betur. Þannig að sama tíma við tölum að kröfurnar hafa aukist, þá höfum við líka verið að létta á þeim kröfum. Og ég er ekkert að deila á það að kröfurnar aukast, en við verðum að bregðast við með einhverjum hætti og það er það sem við erum að kalla eftir. COVID og allt það sem hefur verið tíundagur í gegnum árin, það á allt rétt á sér, en við verðum að bregðast við og ársreikningurinn er glöggt dæmi það. Og í ljósi þessa þá leggjum við fram eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Sjálfstæðisflokkurinn lýsir yfir þungum áhyggjum af stöðu A-hluta-reksturs Fjarðabyggðar. Ársreikningur sveitarfélagsins sýnir glögglega aðhalds er þörf. Reksturinn er ósjálfbær og að öllu óbreyttu stefnir í greiðsluþrot. Á undanförnum árum hefur sveitarfélagi glímt við umtalsverðar framúrkeyrslur í rekstri A-hlutans og skila lakara afkomu en gert var ráð fyrir þrátt fyrir umtalsverða tekjuaukningu. Lántökur eru umfram það sem lagt var upp með í fjárhagsáætlun, launakostnaður er hærri en gert var ráð fyrir, afkoman er verri og framlag af rekstri fer versnandi. Áætlanir sveitarfélagsins gangi ekki eftir þar sem skortur er á aga og ábyrgð í rekstri. Fyrir þetta orðið er laust. Bæjarfulltrúi Elís Pétur Elísson hefur beðið mér að gera svo vel. Forseti bæjarstjórnar, bæjarstjóri, kjörnir fulltrúar og aðrir starfsmenn. Langar að koma hérna aðeins út og ræða ársreikning Fjarðabyggðar 2022. Ég vil byrja að þakka kollega mínum í meirihlutanum Stefáni Eysteinssyni fyrir sérlega greinargóða og skynsamlega útlistun eða rýni á ársreikninginni hér á undan. Niðurstaðan vera ásættanlega að mörgu leyti og ég er ánægður að sjá að rekstur A-hluta fari batnandi þó svo að við hefum viljað sjá meiri bata þar. En það var lagt upp með rekstur A-hluta yrði bættur þegar nú verður meirihluta þó svo við hefum viljað að sjálfsög sjá betra ekki að nefnum. Við höfum á undanförnum árum verið í ýmsum aðgerðum sem auka kostnaði A-hlutann og má þar nefna afslátt af byggingarlögum, uppbyggingu á íþróttamannvirkjum og skólamannvirkjum, fríar skólamáltíðir og fleira. Allt kostar þetta peninga en gerir Fjarðabyggðar betur í stað þess að búa. Við erum bara 5.200 manns. Við erum gríðarlega víðfeðmt og fjölkjarna sveitarfélag og mér finnst það liggja í augum uppi að A-hluti
Sveitarfélaginu Fjarðabyggðar verður með óbreytt ástand og auknar kröfur alltaf frekar þungur. Það er bara þannig að við erum með margar stofnanir í öllum byggðarkjörnum og þetta kostar peninga. Ef við berum okkur saman við önnur sveitarfélög þá sjáum við að starfsmannafjöldi sveitarfélagsins er mjög svipaður með íbúafjölda og það að hann hafi aukist eitthvað umfram á síðustu árum, það er bara ekki rétt. Við erum á mjög svipuðu, við erum um 12 íbúa per starfsmann og eins og Stefán kom inn á þá hefur það aukist aðeins en samt ekkert meira eftir að vera sveitarfélögum. Það er mín skoðun að rekstur alhluta Fjarðabyggðar í eðli frekar þungur, eins og ég sagði og lóðaúthlutanir, uppbyggingin sem er allt sveitarfélagið sem við sjáum núna, akkurat það sem við vorum að tala fyrir síðustu kosningar. Við vitum það að við þurfum meira húsnæði fyrir fólk sem vil flytja hingað. Þetta eru fjárfestingar sem munu koma tilbaka vegna þess að þegar fólki fjölgar þá mun alhlutinn það verða fleiri til að borga fyrir alla þjónustuna og allar stofnanirnar sem við erum að reka og það mun gera það verkum að alhlutinn til lengri tíma mun rétt á kútum. Verðbólga, launahækkanir og stýrivextir hafa haft neikvæð áhrif á afsögn Fjarðabyggðar en svo þetta er ekki góð staða í heiminum öllum eiginlega bara verðbólgan og þetta hefur áhrif, neikvæð áhrif á afsögningin. Aðeins að spyrja það sem Ragnar nefndi varðandi tillögur. Mér langar að spyrja hvað er tillögur. Hvaða tillögur er við að tala um? Ég hef ekki síðan að ég byrjaði þessu þá hef ég ekki séð neinar gagngerar einhverjar töfra lausnir til þess að bæta rekstur alhluta. Við í meirihlutanum hefum alveg klárlega stokkið á þær lausnir ef þær hefur komið fram. Einnig varðandi varúðarbréf sem að Ragnar nefndi þá er skemmst að segja að Fjarðabyggðar ekki fengið neitt slíkt bréf undanfarið, ekki eftir þennan ásetning og eða núna á síðustu misserum en það eru samt 20 önnur sveitarfélög sem akkurat eru í þessari stöðu að vera fengið þessi varúðarbréf og þannig að eins og Stefán nefnir staða samstæðan er frekar góð, skuldirnar eru 4 milljarðar við aðra heldur en lífeyrisskuldbindingar og hafnarsjóð eða okkur sjálf og þannig að staða samstæðan er ágætt. Við munum leggja áherslu á að gera betur í rekstri alhlutans. Það er ekki í byrjun. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Ragnar Sigurðsson í Byggð Norður, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Það er jákvætt að hér sé tekin umræða fjármál sveitarfélagsins. Það er bara skort svolítið á því og það er bara gott að fá þessar spurningar og þessi sjónarmið upp. Ég held að það væri allt í lagi fyrir meirihlutann að rýna í ásetningin. Allt tal að afkoma alhlutans sé batnandi er eingöngu villandi og röng. Hún er eingöngu vegna þess að við erum að taka yfir samstæðu SSA inn í bókhaldið og inn í ársreikninginn og það gerir það verkum að tekjurnar aukast. Að ef við drögum það frá þá hefur það engin áhrif á ráðstöfun á Fjarðabyggðar og það er einmitt vandi. Við sjáum það bara í árslok síðasta árs og þá vorum við að ganga á 200 milljónir á yfirdráttarheimild sveitarfélagsins og það gengur ekki til lengdar og á endanum verðum við komin í þrot. Það er bara það eina sem ég er að segja, gott fólk. Við getum þetta ekki lengur og ég er bara kalla eftir því að við förum í aðgerðir. Og ég skal fara hérna yfir nokkrar tillögur sem við höfum nefnt á undanförnum. Ég vil líka bara minna á það að ábyrgð meirihlutans sem
sem að stýrir hér bæjarfélaginu mjög mikil og þið eru með dagskrárvaldið og tillögugerðina og við erum búin að kalla ítrekað eftir því að við förum í samstarf hagræðingu. Minnihlutinn hefur sagt, komið þið með hagræðingartillögur, við munum styðja þær. Umfram það höfum við síðan lagt fram tillögur sem þvert á það sem að Elías sagði, þá hefur þeim verið hafnað. Og það ekki bara á þessu kjörtímabili heldur líka því síðast. Ég á ekki að þurfa að minna eins og á það, við höfum margoft tekið umræðu gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Ég hef viðræður hugmyndir að við förum að skoða samþættingu í stjórnunum í grunnskólum og leikskólum. Við getum farið í að horfa til þess hvort að við þurfum á öllum þeim skólastjórnundum að halda. Ég veit að þeir sinna mjög mikilvægu verkefni en ég held að með því að sameina skólastjórnundur, ákveðna skóla, þá erum við ekki komið með stærri skóla en það sem gengur og gerist víðast hvar. Og þetta er bara hluti sem við höfum ekki einu sinni viljað skoða og við höfum bara verið að leggja fram fleiri svona tillögur og við höfum vakið athygli á því að við erum að starfsmannafjöldin er að aukast ár frá ári og þær tölur sem ég hef nefnt einfallega bara beint úr ársreikningum sveitarfélagsins. Þannig að við höfum staðið að með meirihlutanum í ýmsum því sem að við teljum að séu til bóta. Við höfum ekki verið í einhverjum populisma að standa gegn því sem að við teljum vera góðar tillögur og eru til þess að bæta rekstrarstöðu sveitarfélagsins þvert á móti, þá höfum við hvatt til þeirra og það hægt að sjá þetta í fundargerðum sveitarfélagsins, margvíslegar bókanir sem að hægt að vitna í á undanförnum árum. Og nú ég bara að nefna tvær tillögur, í bæjaráði höfum við nefnt enn fleiri. En það sem ég bara að segja, að minnihlutinn að fullu tilbúin í samstarf, vegna þess að ég veit að þetta erfiðar ákvarðanir. En þær verða að vera teknar og ég bara að segja, minnihlutinn mun standa við baki á meirihlutanum í þeim erfiðu ákvörðunum. Við getum verið á flótta undan veruleikanum og kasta boltanum hérna á milli, meirihlutinn, minnihlutinn og minnihlutinn kemur ekki með tillögur og þá gerir meirihlutinn ekki neitt. Er það ábyrgur meirihluti? Er það svona sem við ætlum að reka þetta sveitarfélag? Væri ekki nær að taka fagnandi við tillögum minnihlutans að gera það sem að raunverulega þarf að gera og gera þetta saman? Það hefði ég haldið. Og ég sé vísbendingar það og ég skal bara hrósa meirihlutanum fyrir það í staðis að vera í kasta einhverjum boltum hérna á milli. Veruleikin sá að við samþykktum að fara í stjórnsýsluúttekt sem einmitt til þess að skoða rekstur sveitarfélagsins. En ef hann bara batnandi, þá veit ég ekki til hvers var farið. Takk fyrir þetta. Orðið laust ársreikning. Elís Pétur Elísson bæjarfulltrúi bæði Norge og svo vel. Ég vil bara aðeins svara þessu því að eins og ég sagði áðan þá allar tillögur sem kemur til þess að auka rekstrarhagkvæmni sveitarfélagsins, ég held að við myndum alltaf taka vel í þær, ég hef bara ekki séð þær tillögur. En varðandi það sem Ragnar nefndir með sameiningu skólastjórnenda, þá höfum við gert það. Við gerðum það á Breiðdalsvík. Við erum einn skólastjóri á Breiðdalsvík stofnfjárskóla. Varðandi skólamáltíðirnar, þá þetta eitthvað mál sem búið að ræða fram og tilbaka. Meirihlutinn bara stendur fastur á því að við viljum hafa frjálsar skólamáltíðir til þess að gera sveitarfélagið betra, gera meira fyrir íbúana. Þetta eru einfaldlega smámunir í stóra samhenginu þegar það kemur að rekstrinum og okkur finnst það vega þyngra að vera með frjálsar skólamáltíðir heldur en að spara einhver ákveðna peninga og vera með þær sem sagt taka gjald af þeim. Það ákveðin vefnur í því að vera með frjálsar skólamáltíðir. Ef það komi einhverjar tillögur frá minnihlutanum sem munu hafa jákvæð áhrif á reksturinn eins og sagði, þá munum við í minnihlutanum alltaf taka það fagnandi. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið laust ársreikningi. Hjördís
Hjördís Helga Seljan Þórhallsdóttir bæjarfulltrúi að byrja þar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og aðri bæjarfulltrúar. Já, mér langaði nú bara að koma upp og segja að auðvitað erum við öll saman í þessu. Því að við erum öll kjörin hérna í bæjarstjórn og erum auðvitað að vinna sameiginlega að þessu verkefni sem er rekstur sveitarfélagsins. Ef við tökum ástreikningum núna, hann tekur náttúrulega til rekstur liðins ár, en hann gefur okkur engar síður vísbendingu það ár sem er núna og það er áskorunum sem að býða okkur hérna í Fjarðabyggð. Og ég ætlum svo sem ekkert að fara að vera afsaka okkur meira heldur en því að Ragnar komið inn á það að þetta séu allt afsakanir, en þá verðum við samt að segja að þetta hefur þetta áhrif á samstæðu bæjarins og þetta er náttúrulega stóru óvissuþættir, lífeyrisskuldbindingin, vaxtaumhverfið og rekstrarniðurstaðan hún líkast náttúrulega verðbólgu og hækkun lífeyrisskuldbindinga, en rekstrarniðurstaðan er samt ekki svo sem að við hefðum og myndum kjósa og það er alveg rétt og ég er ekkert að fara að fela mig eitthvað á bak við þessar afsakanir. Við fórum þetta fram yfir í framkvæmdum, fram yfir semst fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 í framkvæmdum og það voru einmitt íþróttahús á Reyðarfirði, við vorum í umfangsmiklar viðhaldsframkvæmdir í tengslu við Myklu og síðan hafa verið líka mikla framkvæmdir í Hafnarmannvirkjunum á Eskifirði og þær voru alveg fjárfestingar voru hærri en lagt var upp með og það er alveg rétt. En í því áferði sem við erum stödd í núna í hárri verðbólgu eins og efnahagsumhverfið er núna í dag, það þarf auðvitað gríðarlega mikið aðhald í rekstri Fjarðabyggðar. Og við erum öll sammála það. Og við verðum að einsetja okkur að setja upp raunhæfar og skynsamlega fjárhagsáætlun og halda okkur innan þeirra ramma sem við höfum sett okkur. En auðvitað er það samt þannig að við erum að reka samfélag og okkur býða samt engar sem er umfangsmikil verkefni í formi viðhalds. Við vitum það og við verðum auðvitað líka að standa á okkar plikt þar. En þessu utan að komandi áhrif hafa náttúrulega mikil áhrif á Fjarðabyggðar og það gerum líka bara hjá öllum sveitarfélögum á Íslandi og við vitum það að þetta er búið að vera í umræðunni bara síðustu mánuði. En rekstur okkar getur alveg hins vegar verið hagkvæmari til lengra tíma í litið og við viljum auðvitað ekki að þetta sé viðvarandi ástand. Þannig að þetta kallar á aðhald í framkvæmdum og fjárfestingum. En ársreikningurinn líka, hann sýnir samt að ef við horfum á tekjur sveitarfélagsins, að fjárhagslegur styrkur okkar er mikill og það að við getum tekist á við það umhverfi sem við erum í núna og við stöndum sterk með að við önnur sveitarfélög á Íslandi myndi ég segja að við myndum standa bara mjög sterkt því að við getum alveg tekist á við stöðuna eins og hann er núna og því er að þakka bara umhverfum sem við erum í núna og búum í því að það er öflugt atvinnulíf hér í Fjarðabyggð. En að sjálfsögðu þurfum við að horfast á í auðvitað þær áskorunum sem við höfum og hafa ársreikninginn núna fyrir síðasta ár okkur til hliðstjórnar þegar við kemur að við að vinna núna fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Þannig að en ennþá þann dag í dag er samt markmið okkar að halda fram að standa vörð fjölskyldur og atvinnulífi í Fjarðabyggð með að sjálfsögðu hagsmuni sveitarfélagsins að leiðarljósi. Og fjárhagslegur styrkur þess mun gera okkur kleift eins og niðurstaða ársreikningur síðasta ár ber með sér. En það var ekki meira frá mér, ég vildi bara svona vera svolítið jákvæð í endan. Helgi, takk fyrir. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Ragnar Sigurðsson hefur beðið aftur okkur, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þetta er alveg rétt sem að Hjördís kemur inn á, en ég er nú að standa einnig til þess að bregðast við því sem að Elís beindi til mín. En varðandi það sem að Hjördís kom inn á varðandi fjárhagsáætlunina og þennan ársreikning og það er alveg rétt að við stöndum vel og það er út af bérhlutanum. En það, ef við bregðumst ekki við, þá skildir það sama þar eins og ég hef verið að segja. Ef við göngum á bérhlutan eins og við erum að gera og áætlanir okkar gera ráð fyrir að við höldum áfram að gera, ég held að ég fari rétt með að
árið 2026 þá gerum við ráð fyrir að skulda B-hlutanum 2,8 milljarða, A-hlutin. Þess vegna erum við að geta gert ýmislegt sem við viljum gera. Það vegna þess að við erum að taka lán úr hafnarsjóði. Það gengur ekki til lengdar vegna þess að á endanum þá næri ekki B-hlutin að standa undir þeim skuldbindingum sem hann þarf að gera til þess að geta látið atvinnulífið vaksa. Og fjárhagsáætlunin sem við setjum okkur, þrátt fyrir það sem að við lendum í ári hverju. Við skulum ekki gleyma því að þegar við lendum í áföllum, þá lendum við líka stundum í ávinningi. Til dæmis lónu. Það er ekki sjálfgefið. Og það verður til þess að það komi óvæntar tekjur inn. Við verðum einfaldlega að grípa til í rauntíma þegar við erum að fara umfram þær áætlanir sem við erum að setja okkur. Og það höfum við ekki verið að gera. Heldur höfum við verið að setja fram viðauka til þess að kyngja því að við séum að fara áfram, að við séum að stefna í þetta og við ætlum ekki að taka erfið ákvarðanir. Þrátt fyrir eins og ég sagði þér á að minnihlutin sé tilbúin að standa með meirihlutunum í þær ákvarðanir sem þarf að taka. Og það er einfaldlega þannig að það er ekki hægt að vera í meirihluta með það fyrir augum að ef að minnihlutin kemur með tillögur þá mun meirihlutin bregðast við. Það er ekki að vera í meirihluta. Meirihlutin á að vera sá sem að leiðir hér sveitarfélagið áfram. Og ég er búinn að segja það. Ef að þið komið með tillögur og Elí sagði hér áðan að þeir myndu taka fagnandi í allar þær tillögur. Byrjum á skólamáltíðunum. Það er ágætis byrjun. Þær verða ekkert ófrjálsar þó sem það kosti peninga. Við getum alltaf tekið á móti þeim sem að verst hafa og tryggt þeim áfram frjálsar skólamáltíðir sem ég veit ekki hvað er. Og við getum brugðist við með þeim hætti, en þeir sem að hafa ágætistekjur, þeir geta greitt skólamáltíðirnar áfram. Það held ég að sé hófleg tillaga og fínt að byrja þar. Og það er eitt og sér mun ekki duga. Ég gerir mér algjörlega grein fyrir því að það er dropi í hafið. En það er fín viðleitni til þess að taka þá allavega jákvætt í tillögur minnihlutans. En að lokum þá segir bara hvað með að meirihlutin bregðist bara við stöðunni og axli ábyrgð og komið sjálf með tillögur. Og ef að meirihlutin treysti sér ekki í það, þá vitið Símon um það. Takk fyrir þetta. Orðið er laust ársreikninginn. Bæjarfulltrúi Stefán Þór Eysteinsson er beðinn að gera svo vel. Forseti, takk fyrir þetta. Og takka bæjarfulltrúa Ragnar Sigurðssyni fyrir þessa kennslu í meirihluta minnihluta. Þetta vekk allt saman. En ég held að fjárhagsáætlunin sem var sett fram á síðasta ári, svona sem við höldum áfram í þessu, fyrir næsta ár, að hún sýni okkar pælingar í þessum málum. Við erum að draga töluvert úr þeim fjárfestingum sem að fjárfestingar í raun og stigið hefur verið hátt í fjárfesting. Við erum búin að vera að byggja töluvert. Við höfum dregið á því. Hér komu ýmsar tillögur fram og fyrir síðustu fjárhagsáætlun og sem að verið er að vinna eftir á þessu ári. Og nú er þetta framundan fjárhagsáætlunin gerð, þar sem ég efast ekki að fleiri tillögur munu koma fram. Og auðvitað öxlu við okkar ábyrgð í þessu eins og við erum búin að gera og munum halda áfram að gera það. Bara aðeins til að koma inn á svo annað sem það er búin svo margir ræðumenn er fylgist með, en það er bara aðeins varandi þessa uppsetningu á skuldastöðu sveitarfélagsins með tilliti til skuldastöðu per íbúa. Það í raun og veru segir okkur bara voðalega lítið. Þetta er bara einhver uppsetning á hvernig við horfum á skuldina, en segja okkur í raun og veru ekki neitt. Eins og ég sagði áðan, skuldahlutfallið er miklu meira það sem við horfum á, við horfum á tekjurnar okkar versus skuldirnar okkar. Hvernig getum við greitt að þeim og þar stöndum við ágætlega. Og okkar áætlanir gera ráð fyrir að í raun og veru skuldahlutfallið okkar muni lækka, það er mjög frekar að líta þannig á. Það er svo sem búið að fara yfir þetta með varu og bréfi okkur yfir og sem slíkt, og það hefur komið fram varðandi allt hann greiðsluþrot og slíkt er eitthvað sem að ég tel að ég ekki
heima hér inni, það hefur aldrei komið til tals og þar erum við að draga upp mun svona miklu svona myrkari mynd en í rauninni á að draga upp augnablikinu. Hér ekki hætta á því, myndi ég segja, og augljóslega fjárhagsáætlun næstu ára til marks það. Það var svo sem, já, og bara til að ítreka með það sem að bæði Ragnar og í raun og veru allir hafa komið inn á að tekjuöflun sveitarfélagsins, hún sterk og við byggjum þetta á gríðarlega öflugu atvinnulífi og við munum halda áfram að byggja undir það því að það auðvitað grundvöllur fyrir öllu því sem við erum að gera, þessar tekjur sem að myndast hérna í sveitarfélaginu og allar fjárfestingar og að það var aðeins verið að koma inn á samstæðana áðan og að draga efa að hún muni geta í raun og veru samstæðan slík staðindi fjárfestingum til að halda hann byggja undir atvinnulífið. Það verða engar ákvarðanir teknar, ég held ekki fullur það. Við viljum ekki taka þennan ákvarðanir sem að draga úr þróttu okkar til að halda áfram að efla atvinnulífið. Þetta sé alveg á hreinu. Takk. Takk fyrir þetta. Þá orðið laust ársreikningin. Mig langar aðeins að segja hérna, fáinn orði í viðbót af því að Ragnar svona beinti orðið til mín varðandi hugmyndir skólamál og ég stenst ekki máti að ræða það eins. Ég held að sé gott sko, allar hugmyndir eru góðar að gjalda verðar. Það bara þannig. En þegar við hugsum fyrirkomulag í stofnunum, saman hvort það eru skólar eða aðra stofnanir, þá bara mikilvægt að við hugsum fyrst og fremst hvaða þjónustu, hvernig þjónustan muni breytast. Faglegar forsendur. Ef að faglegar forsendur munu aukast, faglegt starf muni aukast með breytingum og þær skila hagræðingu, þá það auðvitað besta mál. En svo ef við hugsum tilbaka í tímanum, en eftir hruna og þá voru skólar í Reykjavík sameinaðir með hagræðingu að leiðarljósi. Það kom í ljós síðar að hagræðingin var engin og faglegi ávinningurinn alls ekki heldur. Þannig að við þurfum og ég svo sannarlega til í að taka samtal þetta, því að þetta eru hlutir sem mikilvægt að velta upp. Eins og bara öllu, það mikilvægt að velta hlutanum við og ræða þá, en þannig að já, ég bara stóðst ekki máti að koma upp og segja nokkur orð akkurat þetta. En orðið laust ársreikningin. Mér sýnist eins og umræðan sé tæmd í bili og þá ber ég upp til samþykkta bæjarstjórnar ársreikning fjárhagslegra stofnana fyrir árið 2022 við síðari umræðu. Þau sem hann samþykkja vilst að gefa merki ársreikningur fjárhagslegar fyrir árið 2022 samþykktur með 9 atkvæðum og ársreikningurinn verður undirritaður rafrænt í lok fundar. Þá það næsti liður á dagskrá og það eru fundargerðir bæjarráðs númer 795 og 796 og orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Formaður bæjarráðs Stefán Þór Eysteinsson beðinn að gjörðu svo vel. Seti já, ekki frábært í glugga hérna. Bara aðeins að fá að tala meira og nú nefndir fundargerðum bæjarráðs. Hér nokkur mál svona kannski sem vert aðeins að fara yfir hérna hjá okkur og það kannski að byrja hér í fundargerð bæjarráðs 795 lið 24 úrgangsmál 2023 nú
þá á þessum fundi við svo komið inn á þetta áður varðandi úrgangsmálun okkar uppáhaldsmál að þarna var tekin ákvörðun í bæjarráðum að sem sagt vísa þessum grenndargámum okkar til fjárhagsáætlunar gerðar 2024 og sjáum fyrir okkur að geta útfært þá í raun og veru þetta tillögur ennþá betur sem við vorum komið með, búin að útfæra svo sem að nokkuð vel að okkur sýndist en við tökum okkur núna aðeins lengri tíma til að útfæra þetta á sem besta máta, þannig að þetta verði úrræði sem nýtist sem flestum og þannig að við náum líka hagræða í málaflokknum. Ég held líka að þarna með því að seinka þessu þá eru tækifæri. Eitt af því sem við kannski höfum ekki alveg að standa okkur nóga vel í varðandi hringrásarhagkerfið og þá nýting þeirra muna sem hægt að nýta og ég tel að það sé mikilvægt að samhliða þessum pælingum okkar í úrgangsmálum þá lítum við líka til þess hvernig getum við nýtt betur það sem falla til, það er alltaf virkilega að fara í ruslið. Ég held að þarna sé tækifæri fyrir okkur til að svona taka þátt í hringrásarhagkerfinu. Aðeins svo að koma inn á, en við förum svo bara yfir í fundagerð bæjarráðs 796 undir lið 3.12 sem er skýrsla vegna innvestunar í grunnskóla Eskifjarðar. Þarna í raun og veru skýrsla sem að fjallar ástandi á skólanum, Eskifjarðarskóla, og við höfum tekið þessa umræðu svo sem vítt og breytt núna í nefndum hjá okkur manneskju veitunnar sem við bæjarráði og við erum öll einhuga í því að þetta sé verkefni sem er í forgangi hjá okkur. Þetta hefur verið vel staðið að málum til að leysa þau vandamál sem að hafa komið upp í kjölfar þessar skýrslu, en ég vil bara ítreka að ég skynni ekki annað en að það sé svona rík sátt hér innan að þetta sé mál sem að sé í forgangi hjá okkur og að allt verið gert til þess að klára þetta sem allra fyrst að koma þessu í framkvæmd sem fyrst og að bregðast við þessu. Aðeins kvömmun á mál 316 líka undir sömu fundagerð sem er kvörtur frá íbúum, Álfabrekku, Fáskursvöði. Þarna barst okkur bréf þar sem að farið var yfir snjómoksturinn og þetta er auðvitað leiðindamál að upplifun íbúa sé þessi. Þarna er auðvitað verið að vísa til sérstaklega daga þar sem að snjókoma var töluverð en við auðvitað erum ekki yfir gagnrýni hafin, þannig þetta er auðvitað eitthvað sem við munum taka til skoðunar og ég held að íbúar í Álfabrekku voru þeir vitið það að við munum taka þetta og skoða þetta inni hjá okkur. Aðeins svo í lokin liður 318 sem er sem sagt boð matvælaráðuneytisins til samráðsstefnumótunar lagareldis. Við höfum svo komið inn á þetta margoft og kannski þarf ekki að hafa mörg orð þetta. En hér í raun og veru verið að boða samráð vegna stefnumótunar lagareldis. Þetta kemur sneppið á fiskeldinu sem er orðin stóra atvinnuvegur hjá okkur og atvinnuvegur sem mun halda fórum að stækka og halda fórum að vera gríðarlega mikilvægur fyrir okkur hér í Fjarðabyggð. Þannig að það er mikilvægt að við séum þátttakendur í þessu samtali og enn og aftur það sem snýr að tekjuskiptingunni er það sem að kannski við erum horfa okkar mest á, en það eru líka önnur málefni inni sem að skipta okkur líka máli eins og það sem snýr að umhverfinu og slíku þegar kemur að þessu eldi. Þannig þarna er bara að ítreka það að við erum á tánum gagnvart þessu málaflokki og munum halda áfram að vera það. Meira var það ekki frá mér í bili. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Jóhanna Sigfúsdóttir í Byggðamála, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka til máls undir lið bæjarráðs númer 796 eða mál 312. Þetta varðar skýrslu vegna innanvistar í Eskifjarðarskóla. Það er ljóst að myglumál í Eskifjarðarskóla eru ekki góð og skýrslan frá Eflu bendir til þess. Nú er mikilvægt að hafa skýr plön og ganga í þau sem allra fyrst. Það er óboðlegt að Eskfirðingar séu í lausu lofti með hvert planið sé,
en þau hafa verið það frá því að greint var fyrst frá staðfestri myglu grunnskólans í byrjun janúar þessu ári. Ég skil vel áhyggjur Eskfirðinga á framhaldinu, heilsu barnanna sem og starfsfólks og skort á plani hvað varðar framkvæmdir. Börnin hafa fengið mjög takmarka íþróttakennslu í vetur og það er ekki annað hægt en að dást af langlunda geði íbúa og starfsfólk skólans, en að sama skapi finn ég eðlilega fyrir vaxandi áhyggjum og óánægju, enda hafa þau beðið eftir skýrum svörum frá upphafi árs. Nú standa þau bæði frammi fyrir því að íþróttahúsið og skólinn er myglaður. Eitthvað sem hefur verið vitað í tæpa 5 mánuði. Nú liggur niðurstaða fyrir, þó svo að við eigum eftir að fá betri upplýsingar varðandi ástand botnplötu grunnskólans. Sumarið nálgast, erfitt með reynast að fá verktaka og tíminn er skammur. Við verðum því að skipuleggja okkur vel og hjóla í þetta sem allra fyrst og gera það vel. Starfsfólk sveitarfélagsins hefur staðið sig vel í að leysa þá stöðu sem upp er komin gagnvart því að ljúka skólaárinu. Þar á starfsfólk grunn- og leikskóla í Eskifirði stór hrós skilið ásamt fleirum. Mitt mat eftir samtal við íbúa Eskifjarðar er að skortur sé á skýrri upplýsingagjöf varðandi framhaldi. Þeim fyrst vantar svör hver markmiðin í framkvæmdu sé í sumar, hver er tímaáætlun, stendur til að fara í viðgerð á íþróttahúsinu þessu ári og ef svo er ekki, er þó ekki ástæða til að vera með akstur í íþróttir, að minnsta kosti að hluta, til þess að tryggja að nemendur fái betri íþróttakennslu. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Kristján Þór Jónasson er beðinn orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég ætla að taka til máðsundi fundargerð bæjar á sinni 600-212 einnig. Það er kurr í foreldrum Eskifirði, eðlilega. Óöryggið er mikið og óvissan algjör. Þó nokkur bæjarbúar sem eiga ung börn er farin að tala að flytja á næstu firði eða jafnvel lengra. Vegna þess að þau mistrúna. Þau sjá ekki framtíðarsýnina og er að missa þolinmæðina gagnvart aðgerðum. Enginn veit hvenær er eitthvað verið hægt að gera og hvenær verið hægt að stunda íþróttir Eskifirði, þátt er að sú staða hafi verið viðvarandi þessum mánuðum skiptir og foreldrar veit ekki hvað að gera næst eða hvenær. Starfsfólk skólanna á Eskifirði hefur staðið sig frábærlega við að leysa úr þessari stöðu sem upp er komin en íbúum lengir eftir svörum. Foreldrar mættu að fund með sveitarfélaginu upphafi vikunar. Þar voru engin svör með hvað að gera eða hvenær og að fundurinn frekar til að draga upp jassinni foreldra að unnið sé hratt og örugglega í að koma hlutunum í lag. Förum aðeins yfir forsöguna. Í mörg ár hefur íþróttakennari bent fjárhaldið á að aðstaða barna á Eskifirði í íþróttum getur verið heilsuspillandi og þyrfti að rannsaka vegna bleiti sem lag í húsið árum saman. Lítileg vel viðbrögð sveitarfélagsins og það var ekki fyrir kennari að koma með málið ítrekkaði fréttamiðla og íbúasamtökin að farið var að skoða og vinna málinu. Í ljós kom að íþróttakennarinn hafi rétt að standa en ábendingar hans hundsaðar. Þann 2. janúar er birt skýrsla frá Eflu rakaskemmdir í grunnskólanum, þar sem staðfest er að mygla sig í húsinu. Í kjölfarið hefst vinna við að greina ástand skólans enn frekar. Þann 22. mars var í mannréttinum kynnt drög að ítarlegri skýrslu Eflu stöðuna í grunnskólanum. Sú skýrsla var vægast sagt svört og átti að duga til þess að kveikja á öllum aðvörunarpjöllum. Þá þegar hefur átt að fara í undirbúning á aðgerðum miðað við ólíkar sviðsmyndir, ræða við verktaka og kortleggja hvað við getum mögulega gert á loknu skólastarfi. Þá þegar var ljóst að verkið yrði umfangsmikið og mikilvægt að hefja undirbúning strax. Mannvirkjahefnd átti svo að fá lokaskýrsluna fyrir lok mars en hún kemur fyrst opinberlega í loftið 19. apríl. En samt við lokaskýrslan dagsett 23. mars. Þannig að fyrst mánuði eftir útgáfu lokaskýrslunar og næstum 5 mánuðum eftir að fyrstu skýrsluna sem ætti að setja eitthvað ferð í gang og vaknað. Við verðum að gera eitthvað grein fyrir því að þetta er risastórt hagsmunamál og mikið óöryggi sem þessi röskun veldur. Það er okkar hlutverki að draga úr henni með fljótum og öruggum hætti með því að flýta verkfallinu, stytta boðleiðir og hraða fundum innan stjórnsýslunnar. Þetta mál er einfaldlega þess eðlis. Margir þeirra foreldrar sem hafa rætt við mig á undanförnu byggust við og svöru þessum spurningum í vikunni hvert framhaldið yrði, hvernig skólahald yrði háttað í haust og svo framvegis. En því miður jókst óöryggið enn frekar hjá mörgum við það að sjá og heyra
að það er engin áætlun í gangi. Þátt eru margra mánaða könnunarleiðangur. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Arnar Sigurðsson er beðinn á að gera svo vel. Takk fyrir forseti. Ég ætla að koma hérna og fjalla fundargerðir Bæjarráðs 795 og 796. Fyrst varðandi lið 22 stjórnsýsluúttektin. Það fagnaðarefni að við höfum ákveðið að leitast eftir samning við Deloitte við gerð stjórnsýsluúttektar. Og bara svona í ljósi umræðunar hér áðan er bara ágætt að fara yfir þá sameiginlegu bókun allra flokka í bæjarráði sem var til þess að við ákveðum að fara í þessa vegferð en með leyfi forseta þá snýst hún að leggja til sameiginlegar þá tillögur, þetta er þá tillögur frá þriðja aðila sem að ég fyrir á fyrir að við tökum allfagnandi aukna skilvirkni og aukin árangur í rekstri og stjórnsýslu sveitarfélagsins. Þar verður sérstaklega horft til starfsumhverfis og bæjarskrifstofu sveitarfélagsins með það fyrir augum að skapa öflugt starfsumhverfi, auka starfsánægju og draga úr starfsmannaveltu. Eftirfarandi verkþættir skulu vera hluti af verkefninu, vinna að greiningu og leggja mat á styrkleika og veikleika í þjónustu, verkaskiptingu og samstarfi innan stjórnsýslunar, komið tillögur að aukinni skilvirkni, árangri og hagræðingu í stjórnkerfi og rekstri sveitarfélagsins, komið tillögur að úrbótaáætlun í starfsumhverfi starfsmanna og bæjarskrifstofu og við lok verksins verður lögð fram forgangsröðun úrbótaverkefna. Og í þessu á að vinna náið með bæjarráðinu og leggja þá fram gögn og tillögur sem að leiða að þessum markmiðum og það er ánægilegt að það hafi komið þetta tilboð og sem að mínum mati viðunandi og okkur eða bæjarstjóra þá falið að ganga til samningaviðræða við Deloitte og það sem að var kannski það ánægilegasta í þeirri heimsókn sem að Deloitte átti inn á bæjarráðsfund var það að þau gera ráð fyrir að geta hafist handa frekar hratt, þannig að það er ekki því til fyrirstöðu að bæjarráð fari núna að funda ítrekka með fyrirtækinu að lokinni samningagerð og vinna með þeim í tillögugerðinni. Og í framhaldinu þurfum við svo í bæjarráði að koma okkur saman það hvaða aðgerða er nauðsynlegt að grípa í og hvaða tillögur verða þá ofan og svona aftur í ljósi umræðunar áðan þá held ég að það verði engin fyrirstaða. Varðandi lið 2-3 World Hydrogen Summit 2023. Þetta er ráðstefna sem við höfum áður sótt og mjög mikilvægt að við séum þátttakendur í eins og minnisblaðið ráðstefnunum gefur til kynna. Þessi ráðstefna er svona einn af þeim lykilvettvöngum sem við getum tekið þátt í til þess bæði að fræðast og tryggja að við séum þá mögulegir þátttakendur í uppbyggingu á grænum orkugarði eins og fyrir áætlanir eru og þarna er búið að stofna til ákveðna tengsla og ákveðið samtal sem er mjög mikilvægt að við viðhöldum og svona við séum þá að efla og efla þau tengsl og virkja þann árangur sem við höfum náð í þessum efnum. Það styttist í ráðstefnuna og það er mikilvægt að hafa hraðar hendur í þessu eins og öðru því að fjarveru okkar getur orðið eftirtektarvert og það verður engin sómi af því. Framleiðsla nýrra orkugjafa er í mjög hraðri þróun og fjárfestar í þessum geira að horfa víða og eru mjög hreyfanlegir í að stökkva í verkefni og við þurfum því að bregðast hratt við þessu og mæta og halda áfram að byggja ofan á það tengsl sem við höfum náð.
varðandi lið 2-4, úrgangsmálin. Þó svo að við séum búin að vera í þessari vinnu að þá ætla ég nú bara að leyfa mér að fagna því að við frestum þessari innleiðingu. Mér finnst þetta skynsamleg nálgun, okkur veitir ekkert af undirbúningnum, það hröð þróun í þessum málum, þetta gríðarlega kostnaðarsamt, hún því skynsöm að því leyti að við þurfum að fylgjast með hvað að gerast hjá öðrum sveitarfélögum, við þurfum að læra af reynslu annarra og draga eitthvað lærdóm að því. Hún líka skynsöm vegna þess að okkur skortir fjármunina og þetta var eins og við vorum búin að leggja upp frekar kostnaðarsamt. Það mjög hröð þróun varðandi úrgangsmál, varðandi flokkun. Það hröð þróun í lagaumhverfi málaflokksins sem að verður stöðugt íþyngjandi og leiði til talsverðs kostnaðarauka og ég ætla ekki að segja að það sé mikilvægt fyrir okkur að draga lappirnar eða neitt slíkt, en það mikilvægt að flýta sér hægt. Ég held að það sé rétta nálgunin. Við höfum að sýna metnað í þessum málaflokki en við þurfum ekki vera það sveitarfélag sem að rekur sig á hlutina með kostnaðarsömum hætti. Og við höfum gert það. Við höfum verið að hlaupa á okkur. Við höfum sett upp brándýrt myndavélakerfi sem við höfum ekki kveikt á til dæmis. Sem átt að vera svona til þess að efla og auka einhverja skilvirkni og ég held að við getum alveg nýtt þetta myndavélakerfi, við getum að skoða aukna fjarstýringu á þeim sortmóttökustöðum sem við erum með. Við eigum að horfa til aukinnar fjarstýringar hvað varðar opnunartíman. Við þurfum að hefja gjaldtöku. Við eigum að skoða hvað önnur sveitarfélög að gera í því. Sum að taka upp ýmis smáforrit. Ég held að þessi allt í lagi að við svolítið römmum þetta upp og hugsum þetta vel, getum við nýtt núverandi sorpstöðvar sem grændarstöðvar jafnframt, getum við aukið opnunartíman án þess að auka kostnaðinn og með fjarstýringu, með myndavélakerfinu, með smáforrit. Getum við treyst íbúanum til þess að skrá og fylgjast með því sjálfur og treysta þeim til þess að skrá niður hvað þeir eru að fara með af úrgangi inn á sorpmóttökustöðvarnar. Mitt svar já. Ég held að ef við höldum vel á spilinu, gerum þetta vel, að þá held ég að íbúanum sé vel treystandi til þess að sjá þetta með auknum hætti sjálf og það geti þá leitt til ákveðnar hagræðingar. Á sama skapi ætti það að vera aukinn sveigjanleiki í opnunartímanum. En eins og ég segi, þetta mjög hröð þróun, þetta kvaðirnar á okkur að aukast og ég held að þetta sé skynsamleg nálgun að fresta þessu og út frá þessum þáttum varðandi svo lið í næstu fundargerð 796 lið 312 þá tekjum við grunn til það sem hefur komið hér fram. Takk fyrir þetta. Pétur Elísson bæjarfulltrúi hefur beðið máli, gjörðu svo vel. Forseti, og kjörnum fulltrúar og aðrir starfsmenn. Aðeins varðandi Eskifjarðarskóla, lið 3-2, til að svara mannleitanum ekki hvað hefur verið gert varðandi Eskifjarðarskóla. Ég bara því algjörlega ósammála. Það búið að gera heilmikið, en augljóslega verður ekki farið í framkvæmdir fyrir að skólastarfi lýkur í vor. Það bara augljóst til þess að raska ekki í skólastarfi sem í gangi í skólanum. Þangað til að vera undirbúið framkvæmdir sem þarf að fara í og verður farið í, svo þær verður sem bestar. Það var beðið eftir lokaskýrslunni frá Eflu til þess sem fól það í sér að rannsaka nákvæmlega hvað var í gangi þannig að við getum gert okkur góða mynd af því hvað við þyrftum að gera. Og eins og staðan í dag verður að kostnaðargreina framkvæmdina með það markmið að fara í framkvæmdi í skólan og gera hann tilbúin til lokum við haust með sem minnstur raski fyrir þá sem skólinn þjónar og það eru börnin okkar.
Nú þeir eru búið að funda með bæði starfsfólki skólans og foreldrum skólabarna og hafa þeir fundir verið ákvæmlega góðir. Starfsfólk skólans á hóskínu fyrir lausnarlega vinnu þegar kemur að því að skólastarf raskist sem minnst aftur fyrir börnin okkar. Ég held að láta þetta gott heita. Takk. Takk fyrir þetta, orðið laust. Kristinn Þór Ólafsson bæjarfulltrúi, það var að gera svo vel. Það getur bæjarfulltrúi að bæjarstjóri. Það sko margt með grunnskólan. Þarna áttu strax í byrjun árs og sérstaklega 20. 03. að vera farið að skoða möguleikann sem er boðið. Hvort sem það er að lega gámahúsum til kennslu, finna aðra aðstöðu fyrir kennslu eða keyra börn milli þarfa. En nei, núna er verið að skoða málin og skoða upp rými á svæðinu, hvort sem þau eru notaðir fyrir kennslu, hvort þau eru notaðir fyrir kennslu. Og íbúar Eskifjarðar fyllast mannleysi að enn einu sinni er metnaleysi og getuleysi meirihluta þess að sýna sig. Eða er það kannski bara áhugaleysi almennt í að reka bæjarfélag. Nú er það hysið þessi grækurnar og til dæmis flýta byggingu leikskólans strax, en að tróða krökkum í matsælinu þar núna er ekki bjóðandi nema stuttan tíma. Og gera skal ráðstafanir og framkvæma þær strax með grunnskólan. Er til dæmis búið að athuga hvort er hægt að retta tímabundið kennslustofum einungum á staðinn. Er eitthvað búið að skoða? Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Elís Pétur Elísson hefur boðið málið, gjörðu svo vel. Aðeins aftur að þessu skólanum Eskifirði. Það var fundað með stjórnendum skólans og kennurum og það var með því svo að það væri hægt að klára fram á vor í skólanum eins og hann er. Það var fært til af neðstu hæðinni sem er vestfærin. Metnaðarleysi og getuleysi, við erum búin að funda gríðarlega mikið þetta mál á undanförnum síðan að þetta kom upp. Ég hef ekki séð neina bókanir frá minnihlutanum sérstaklega inn í nefndunum þetta. Þannig að ef áhyggjurnar hafa verið svona miklar þá er kannski ágætt að fá smá aðstoð frá minnihlutanum ef þær áhyggjur eru svona miklar. Við munum fara í framkvæmdir við Eskifjarðarskóla í vor. Við munum ekki fara í framkvæmdir fyrir að skólastarfi lýkur og þannig er það. Takk. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið. Það sem að Kristinn Þór hefur talað tvisvar og þá ákveði að koma hérna upp og fara aðeins betur yfir þetta. Ég held að ég sé ákveðin misskilningur. Það sem að Kristinn eins og ég skilja hans ræðu og ég tek algjörlega undir með er að þegar að svona aðstæður koma upp að þá er mjög mikilvægt að við bregðumst mjög hratt við og fundum örar og jafnvel séum ekki að horfa á þessa föstu fundartíma og við séum að horfa til þess að kalla nefndirnar fyrir til þess að til dæmis að geta tekið ákvarðanir, til dæmis til þess að geta upplýst íbúa. Við höfum verið á mörgum fundum með íbúum sveitarfélagsins og hérna ég kannast ekki við að það hafi verið einhver óskum það innan nefnda eða bæjar og svo við séum með einhver sér bókanir við höfum einmitt lagt upp með það að við séum að standa saman að málum en það kom okkur sannlega óvart að sjá það að skýrslan er dagsett löngu fyrir þann tíma hún sé tekin fyrir. Hún er dagsett í lok marsmánaðar en hún er ekki tekin fyrir rúmum 3 vikum seinna inn í bæjarkerfinu. Það er einfallega það sem er verið að kalla eftir og við séum að bregðast hraðar við. Það var ekki neinar ásakanir gagnvart starfsfólki skólans eða starfsfólk sveitarfélagsins. Fundurinn í síðustu viku með bæjarbúnum var mörguleyti mjög góður og bæjarstjóri Fjarðabyggðar stóð sig með afbrigðum á þeim fundi og upplýsti eins og hún best gat og ég held að margir íbúarnir og minnst að kosti margir þeir sem hafa talað við okkur hafi talið að þeir væri að mæta þarna á funda sem að þeir væri að fá auknar upplýsingar það hvað skildi gera í framhaldinu. Það deilir enginn það að við erum að fara í framkvæmdir í sumar en það hefði svo sannarlega verið hægt í mars að hefja undirbúninginn fyrr með því að minnst að kosti ræða við verktaka og það deilir enginn það að það hefði ekki verið hægt að fara í framkvæmdir. Því nú stöndum við frammi fyrir því
það er ekkert víst að þú fáir framkvæmdaraðila í sumar. Þannig að allur tíminn hefði verið góður í að hefja undirbúning í því og ég held að í hvort sem það er í þessum málum eða öðrum þegar svona aðstæður koma upp og þá þurfum við í stjórnsýslunni, við í pólitíkinni, ekkert meiri hluti minni hlutis eins og ég heyra að Elís er svolítið fastur í, bara við sameiginlega, við séum miklu hraðar í því að bregðast við að funda og taka á erfiðum málum og ef að meiri hlutum vil fá tillögur okkar fundartíma og kalla eftir því í auknum mæli þá er það alveg sjálfsagt en við höfum bara hingað til verið að leggja áherslu á það að vinna að góðum málum með meiri hlutunum og við munum halda því áfram en enn og ný er þetta svolítið bundið við það að hvis það kom ekki tillögur frá minni hlutunum þá gerir meiri hlutin ekki neitt og það er miður. Takk fyrir þetta. Og orðið laust Stefán Þór Eysteinsson bæjarfulltrúi Böðumálum gjörðu svo vel. Forseti, ekki alveg fyrir. Aðeins að fara yfir það sem hefur komið fram varðandi íþróttahúsið og skólann sérstaklega. Ég var nú staddur eins og Ragnar á þessu fundi og tek undir þú orða að bæjarstjóri stóð sig það mjög vel og mér fannst allar þær upplýsingar sem við höfum, mér fannst að koma vel fram á þessu fundi og ég allan upplýði þessi mjög góða fund þar sem upplýsingarnar sem við höfum á þessum tímapunkti komu fram. Nú, skýrslunni var í raun og veru skilað í síðustu viku, þar var þetta ekki fundið með Eflu og við í mannvirkjaveitunum tökum fund strax í kjölfarið á föstudegi sem er ekki okkar hefðbundni tími til að funda þar sem við tókum þetta mál sérstaklega fyrir bara svona til að benda á að þarna vorum við einmitt til að flýta fyrir að taka funda sem við getum fjallað þetta mál og svo tekið til í bæjarráði á mánudeginu. Varðandi það sem við komum fram með framkvæmdina sjálfa sem slíka eins og komum fram á fundurum vel þá er mælt með því og í samræðu við skólastjórnendur þá er það ljóst að það þarf ekki að tæma í raun og veru aðra og þriðja hæð að svo stöddu og mælt með því að það sé ekki hróflað við neinu. Þannig að augljóslega geta framkvæmdina ekki hafið strax. Þannig að varðandi verktakana þetta er auðvitað takmörkuð auðlind hér í Fjarðabyggð en ég veit að samtalið er nú þegar hafið og ég held að í raun og veru í lok þessar skilafundar á skýrslunni með Eflu þá hafi allt er sett full. Fundur með starfsmönnum, fundur með íbúum, fundur hjá okkur í mannvirkjaveitunefnd og tala við framkvæmdaraðila og verið að vinna í því að setja upp í raun og veru framkvæmdarplan. Ég held að áður en við náum utanum þær miklur eða þær skemmdir sem að liggja fyrir þá getum við ekki sett neina verkáætlun að við viti. Ef við viljum halda kostnaðum svona skynsamlegum í svona framkvæmd þá þurfum við að vita út í hvað við erum að fara og ég held að þessi skref sem hafa verið stigin núna séu skynsamleg að svo stöddu. Ekki meira á mér. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Líkt og í fyrri liðan langar við aðeins að koma inn á þetta mál. Þetta mál er mjög skylt. Hér er búið að tala fyrir hönd mína vonleysi og ég veit ekki hvað sem foreldri barna í Eskifjarðarskóla. Þannig að mér langar aðeins að ræða þetta. Ég er hvorki að flytja í burtu en ég upplifi mikið vonleysi. Þetta er staða sem er mjög slæm. Það er alveg rétt og það hefur komið fram á undan og ég hef allavega persónulega lagt mikla áherslu á það að þetta verið gert ekki bara eins flott og hægt heldur vel, þannig að það verið ráðist í rauninu og vandinn tæklaður. Ég vann þarna skeið í 2 ár og ég get svo sem vitnað að ástandið þar var ekki frábært. Þannig að það hefur vaxið síðan og bara tími til komin að taka á þessum málum. Þannig
að ég legg allt traust mitt á að þetta verið unnið, eins og ég segi, eins fljótt og hægt er og eins vel og hægt er. Þannig að með svona tónninn hérna áðanvarandi kennslu og slíkt hérna, ég veit það ekki, ég hef allavega persónulega það mikla trú á kennurum og starfsfólki og það kom vel fram á fundunum á mánudaginn að það nái að uppfylla hæfni við með aðalnámskrá eftir öðrum leiðum og það er kannski bara mikilvægt að hafa það í huga að í aðalnámskrá grunnskóla er fjallað alls konar leiðir sem að við eigum að vera að fara í kennslu sem að eru sumar hverjar er byrjað á núna. Ég veit til dæmis að mín börn voru úti í alls konar greinum í dag þannig að sem að er hluti á aðalnámskrá. Þannig að ég vil bara leggja áherslu á það. Ég treysti starfsfólki skólans fullkomlega til þess að finna nýjar og skapandi leiðir til að ná þeim markmiðum sem á að ná í náminu og þetta ástand leysist eins hratt og hægt er og vel. Þá hef ég lokið máli mínu orðið laust fundargerðirnar. Það virðist þá vera tæmt umræðan í bili og þá ber ég upp fundargerðir bæjarráðs nr. 795 og 796 upp til samþykktar. Þau setja samþykka gefamerki fundargerðir bæjarráðs nr. 795 og 796 eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að næsta lið í dagskránni sem er fundargerð fræðslunefndar númer 124 og orðið er laust fundargerð fræðslunefndar. Þá ætla ég að taka til máls undir fundargerð fræðslunefndar og mér langar til að byrja á að ræða í liði 1 og 2 í þeirri fundargerð sem að tengjast svona nokkuð órjúvanlegum böndum en að undanfarna hefur staðið vinna við endurskoðun á úthlutunarreglum grunnskóla eða til grunnskóla heldur. Endurskoðun hefur unnið í samráði við skólastjórnendur og stjórnendur sérkennslu í skólan. Markmiðið með þessar endurskoðun er fyrst og fremst að reyna að ná enn betur utan þann hóp sem mestan stuðning þarf á að halda en einnig að skoða hvernig við getum gert hlutina með öðrum hætti en hefur verið. Undanfarna mánuði hefur slík vinna einnig verið unnið hjá öðrum sveitarfélögum og á miðvikudaginn í síðustu viku þá sótti ég ásamt starfsfólki Fjarðabyggðar fund á vegum mennta- og barnamálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem meginlínur varðandi úthlutun og ráðstöfun fjármuna í skólaaðgreiningar eða menntunar fyrir alla voru kynntar. Auk þess var kynning á þeim leiðum sem farnar eru í 2 sveitarfélögum, 2 mismunandi sveitarfélögum og 2 mismunandi leiðir. Í kjölfarið fengum við sem þennan fund sátum heimaverkefni þar sem við höfum að greina stöðuna í okkar sveitarfélögum og okkar skólum út frá hinum ýmsu hliðum skólastarfsins. Og þetta var hjálp okkur svona áfram veginn sjá hvað við viljum setja niður áherslurnar. Og þessi niðurstaða verður síðan kynnt á seinni fundi, þetta eru 2 fundir, seinni fundi maímánaðar. Það verður semst seinni hluta maímánaðar. Eftir að hafa fjallað þetta í nefndinu, þá var mat okkar að fara aðeins hægar í sakirnar. Við höfum séð fyrir okkur að gera smávægilegar breytingar á svo núna og svo stærri eftir ár. Við ætlum að fara aðeins hægar í sakirnar og notast í bili við það úthlutunarlíkan sem við höfum verið með. Með það fyrirvara hlutirnir gætu breyst á næstu misserum í kjölfar á þessari vinnu sem ég lýsti áðan. Einnig, og það er svona það sem að koma fram til dæmis á þessum fundi og bara í allri umræðu að það þarf að skoða málin heildstæðar því það þarf líka að skoða samspil skólana og skólaþjónustu, hvernig hún er nýtt til að styrkja skólana og svo framvegis. Þetta er stærra mál. Skólaaðgreiningur eða menntun fyrir alla felur nefnilega í sér að nemendur sem mælt með ýmsum leiðum. Í hæfni miðaðri aðalnámskrá sem ég myndist aðeins á hérna áðan geta nemendur verið að nálgast markmið með ólíkum hætti og þannig er þetta að beita ólíkum aðferðum og nálgunum til þess að ná þeim. Allt eftir hvað hentar hverju nemenda. Þetta er verkefni sem mun halda áfram að þróast með það markmið að gera góða þjónustu í skólunum okkar enn betri
og ég veit að við verum öll saman í því. Mér langar einnig aðeins til að koma inn á lið 4 í þessari fundargerð, en það var bréf sem að fræðslunefnd barst frá samtökunum 22, þar sem að samtökin óskuðu eftir á grundvelli 5. grein uppskala að sjá samstarfssamning sveitarfélagsins við samtökin 78 ásamt kennsluefni og fyrirlestrum þeim tengdum. Á haustdögum gerði fjárhagslegu samning við samtökin 78 fræðslu til skóla, frístundamiðstöðva og íþróttaþjálfara auk fræðslu til handa öllum stjórnendum fjárhagslegu auk ráðgjafar til þeirra sem að þurfa á henni að halda. Gríðarlega mikilvægt skref var að ræða þar sem að þessi fræðsla var formgerð og stofnunin fjárhagslegu tryggður aðgangur að henni á sínum forsendum. Fræðslan byggir á efni sem aðgengilegt á heimasíðu samtakanna 78. Við hér í fjárhagslegu erum samfélag sem fögnum fjölbreytileikanum, við erum öll alls konar. Af reynslu minni að starfa í skólum gríðarlega mikilvægt að nemendur og starfsfólk fái fræðslu af þessu tagi til þess að auka umburðarlyndi gagnvart öðrum og vinna gegn neikvæðri orðræðu sem getur skapast í garð hinsegin fólks. Einnig getur þetta hjálpa fólki að sjá hvert það getur leita varðandi ráðgjöf sem að ég tel líka mjög mikilvægt atriði. Það sem að skipti máli í því að fræðslan getur verið sniðin af þörfum hvers og eins skóla eða einstaklings og þannig náð að hjálpa gríðarlega. Ég sé að þetta getur skipt höfuðmáli til þess að hjálpa einstaklingum og hópum að skilja að líða betur og við viljum öll að hér líði öllum vel, þannig að við vaxum og dafni. Þetta mannréttindamál. Takk fyrir. Og orðið laust fundargerð fræðslunefndar. Það virðist ekki vera. Þá ber ég upp fundargerð fræðslunefndar nr. 124 samþykkta þau sem hana samþykkja við svo skjámerki. Fundargerð fræðslunefndar samþykkt með 9 atkvæðum. Þá næstilega á dagskrá sem fundargerð mannvirkja á veitunefndar nr. 13 og orðið laust fundargerð mannvirkja á veitunefndar. Sýnist enginn byrði orðið og þá ber ég fundargerð mannvirkja á veitunefndar nr. 13 upp til samþykktar þau sem hana samþykkja gefa merki. Fundargerð mannvirkja á veitunefndar nr. 13 samþykkt með 9 atkvæðum. Þá næsta dagskrá fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 23 og 24 og orðið laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar. Já, takk fyrir. Við sem sagt tökum núna á dagskrá fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 23 og 24 að undanskildum lið númer 9 í fundargerð númer 23 og orðið laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar númer 23 og 24 að undanskildum lið 9 í fundargerð númer 23. Mér sýnist Stefán Þór Eysteins að vera að biðja orðið. Það viltu að gera svo vel. Forseti, takk fyrir. Ég svo sem ekki margt að fara yfir hérna en mér fannst knúin til að byggja athygli á máli 6.8 í fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 23. En það deiliskipulag Nes og Bakkagils og ég fagna því að þessi deiliskipulagsvinna sé hafin því að hún tryggir það að hægt verði að fara með þessa overflóðarvarnir, þessar framkvæmdir sem að liggja fyrir í útboð á þessu ári. Ef ég skil það rétt á þeim fulltrúum sem sitja í þessari nefnd þá var lögð mikil áhersla á að þessu mál yrði fylgt fast eftir og ég bara til að það sé þess virði að fagna þessu máli að deiliskipulagið sé hafið. Meira var ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þá orðið laust aftur fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar 23 og 24 undanskildum lið 9 í 23. Mér sýnist enginn hafa beðið orðið og þá ber ég upp fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar 23 og 24 upp til samþykktar undanskildum lið
9 í 23, þau sem þær samþykkja vinstlaskeiðamerki. Samþykkt með 9 atkvæðum og þá tökum við fyrir lið númer 9 og bæjarfulltrúi Jóhanna Sigfúsdóttir víkur af fundi. Lið númer 9 í fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 23. Orðið laust þennan lið. Virðist enginn ætla að kveða sér hljóðs og þá ber ég lið númer 9 í fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 23 út í samþykktar. Þau sem hann samþykkja vinstlaskeiðamerki. Samþykkt með 8 atkvæði og þá kemur bæjarfulltrúi Jóhanna Sigfúsdóttir aftur inn á fundinn. Höldum áfram. Ég biðst afsökunar á þessu að hafa hlaupið svona á mig. Ég vona að þetta verði þessi svona byrjenda mistök. Þá á fundargerð félagsmálanefndar númer 164 og orðið laust hana, formaður félagsmálanefndar Hjördís Helga Þórðardóttir. Seljan hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Ég gat aftur ekki annað en koma að svo rætt mál undir fundargerð félagsmálanefndar númer 164 og það er kannski aðallega út af því að forseti var búinn að biðja mig sérstaklega að taka fyrir með Maxi samskipti og skipulagslaust. En við fengum það sem mál til okkar hérna á félagsmálanefndarfundi en það var semst beiðni það að við myndum taka upp þetta samskiptaforrit fyrir sem sagt til þess að geta innleitt það inn í búsetuþjónustu Fjarðabyggðar og það var verið að óska eftir viðauka og til þess að geta til þess að standa straum af kostnaðinum við innleiðingu og því að við erum náttúrulega svo ábyrgir félagsmálanefndinni þá auðvitað vísum við þessu náttúrulega bara áfram til næstu fjárhagsáætlunar gerðar þar sem að það var ekki fjármagn innan fjárhagsramma fyrir árið 2023. En þetta er samt auðvitað virkilega sniðugt. Þetta er náttúrulega mjög sniðugt forrit en þetta er sem sagt með Maxi samskipta og skipulagsforrit og það er til þess að auðvelda allt skipulag í tengslu við og í kringum aðstoð og umönnun og þetta bætir samskipti og þetta rýfur einangrun og þetta bara mjög nauðsynlegt og gott samskiptaforrit til þess að setja inn. Við vitum það að þetta var til umræðu þegar við vorum með hjúkrunarheimilin þegar þau voru hjá okkur í Fjarðabyggð. En þetta er svona til þess að brúa bil á milli þeirra sem er að njóta aðstoðarinnar, fjölskyldur þeirra og síðan þjónustu veitenda. En ég vildi bara aðeins koma inn á og svo hugsa ég að ég leyfi bara forseta að taka fyrir drögum reglum stuðningsþjónustu sem að tekur undir almennum mál og fylgir þið vel eftir þar, vona ég. En annars þakka ykkur fyrir mig. Takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerð félagsmálanefndar. Mér sýnist enginn vera að biðja orðið og þá ber ég fundargerð félagsmálanefndar númer 164 upp til samþykktar, þau sem hana samþykkja vinstlaskeiðamerki. Fundargerð félagsmálanefndar númer 164 samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í almenn mál og fyrsta almenna málið fjárhagsáætlun 2023 viðauki 1 og það er bæjarstjóri Jón Árni Þórðardóttir sem mæla fyrir þessum lið. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar lagður fram viðauki 1 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2023. Það var þannig við gerð fjárhagsáætlunar að það var gerð ráð fyrir ákveðnum launabreytingaforsendum í tengslum við áhrif kjarasamninga. Við gerð fjárhagsáætlunarinnar það svigrúm sem að var sett inn í fjárhagsáætlun var hýst á ákveðnum biðlið á meðan biðið var eftir niðurstöðu kjarasamninga. Nú má eiginlega segja að fyrri lota kjarasamninga liggi fyrir og þessi viðauki ætlaður til þess að dreifa þá út úr þessum sameiginlegu
lega lið að áhrifum á þegar gerða kjarasamninga. Bæjarráð hefur þegar fjallað viðaukann fyrir sitt leyti og vísar honum til staðfestingar bæjarstjórnar. Þetta orðið laust viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2023. Mér sýnist enginn vera að biðja orðið. Þá ætla ég rétt strax að bera viðaukann upp til samþykktar. Það vantar einn bæjarfulltrúa í salinn. Hvað var að gera þetta spennandi? Ég ber hann upp. Þá ber ég viðaukann upp til samþykktar þess að samþykkja Íslandsgefa merki. Viðauki við fjárhagsáætlun 2023 samþykktur með 9 atkvæðum. Þá það 10. liður á dagskrá sem eru reglur fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar. Á hverju ári hafa sérstakar reglur vinnslu fjárhagsáætlana komandi rekstrarárs verið samþykktar í bæjarstjórn, síðast í júní 2022. Og hér liggur fyrir fundinum tillaga fjármálastjóra með reglur gerð fjárhagsáætlana Fjarðabyggðar verið framvegis óháðar fjárhagsári og gildi ótímabundið þar til önnur ákvörðun hefur tekið. Efnislega litlar breytingar á reglunum frá því sem tíðkast hefur, en helstu breytingar eru að það verður aftur gert ráð fyrir að vinna við áætlanagerðina hefjist í maí, en vegna kosninga á síðasta ári var ekki farin sú leið, en hafði þó verið notuð í 3 ár þar á undan. Einnig var bætt við kröfum að framkvæmdasvið leiti samráðs við sviðsstjóra og forstöðumenn viðhalds- og endurbóta áætlun næsta árs. Orðið laust reglur fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar. Sýnist enginn vera að biðja orðið og þá ber ég upp til samþykktar reglur fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar, þau sem þær samþykkja Íslandsgefa merki. Reglur fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá eru komið 11. lið sem samþykkt stjórn og fundarskuld bæjarstjórnar, breytingar 2022 og 2023 og hér koma inn til síðar umræðu í bæjarstjórn drög að uppfærðum breytingum að samþykkt stjórn og fundarskuld bæjarstjórnar vegna 10. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 með síðari breytingum ásamt breyttu ferli við endurnýjun lóðarleigu samninga. Efnislega eru ekki breytingar á fyrri tillögu en framsetningu hefur breytt í samræmis við athugasemdir innviðaráðuneytisins. Bæjarráð hefur samþykkt tillöguna fyrir sitt leyti og vísar henni hér til síðari umræðu í bæjarstjórn. Orðið laust breytingar á samþykktum stjórn og fundarskuld bæjarstjórn. Enginn er að biðja orðið og þá ber ég breytingar á samþykktum stjórn og fundarskuld bæjarstjórnar upp til samþykktar þau sem það samþykkja Íslandsgefa merki. Breytingar á samþykktum stjórn og fundarskuld bæjarstjórnar samþykktar 9 atkvæðum. Þá erum við komin í 12. mál sem samvinna Fjarðabyggðar og Hornafjarðar barnaverndarþjónustu og hér framlagður til síðari umræðu uppfærður samningur barnaverndarþjónustu milli Fjarðabyggðar og sveitarfélagsins Hornafjarðar ásamt fylgiskjali fullnaðar afgreiðsluheimildir. Bæjarráð hefur samþykkt samninginn og fylgiskjal fullnaðar afgreiðsluheimildir og vísar hér til síðari umræðu. Orðið laust þennan samning. Enginn eru að biðja orðið og þá ber ég upp til samþykktar bæjarstjórnar samning barnaverndarþjónustu milli Fjarðabyggðar og sveitarfélagsins Hornafjarðar, þau sem samninginn samþykkja Íslandsgefa merki. Samningur barnaverndarþjónustu milli Fjarðabyggðar og sveitarfélagsins Hornafjarðar er samþykktur með 9 atkvæðum. Þá komið 13. mál sem erindisbréf félagsmálanefndar og hér til fyrri umræðu bæjarstjórn uppfært erindisbréf fyrir félagsmálanefnd meðal annars vegna breytingar á hlutverkum nefndarinnar í barnaverndarmálum og því að rekstur hjúkrunarheimila hefur verið færður yfir til Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Og orðið laust erindisbréf félagsmálanefndar. Enginn er að biðja orðið. Þá ber ég til samþykktar að vísa erindisbréfi félagsmálanefndar til síðari umræðu í bæjarstjórn, þau sem það samþykkja Íslandsgefa merki. Þá
samþykkt með 9 atkvæðum að vísa erindisbréfi félagsmálanefndar til seinni umræðu í bæjarstjórn. Og þá er það 14. liður erindisbréfi umhverfis- og skipulagsnefndar, en það líkt á áðan vísað frá bæjarnefnd fyrir umræðu hér í bæjarstjórn, drögum að uppfæri erindisbréfi umhverfis- og skipulagsnefndar, en lítilsháttar breytingar hafa verið gerðar í samræmi við breytingar á samþykkt sveitarfélaga sem afgreiðslu á endurnýjun lóðaleigusamninga. Orðuðlaust. Enginn er að biðja orðið, þá ber ég til samþykktar að vísa erindisbréfi umhverfis- og skipulagsnefndar til seinni umræðu hér í bæjarstjórn. Þau sem það samþykkja, viðskjálmarki. Samþykkt með 9 atkvæðum að vísa erindisbréfi umhverfis- og skipulagsnefndar til seinni umræðu í bæjarstjórn. Þá erum við komin í 15. lið sem eru siðareglur kjörinna fulltrúa og þær eru lagðar fram til endurskoðunar á fyrsta starfsári nýja bæjarstjórnar. Bæjar hefur samþykkt reglurnar með breytingu á 11. grein og vísa þeim hér til staðfestingar. Í fyrri reglum var kveðið á að siðareglurnar skyldu endurskoðar fyrir lok á fyrsta starfsár nýkjörna bæjarstjórnar, en breytingin felur það í sér að reglurnar skuli endurskoða fyrir lok desember á fyrsta starfsári nýkjörna bæjarstjórnar. Orðuðlaust siðareglur kjörinna fulltrúa. Enginn er að biðja orðið, þá ber ég til samþykktar bæjarstjórnar siðareglur kjörinna fulltrúa. Þau sem þær samþykkja viðskjálmarki. Siðareglur kjörinna fulltrúa eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í 16. lið sem eru drög að reglum stuðningsþjónustu og hér er vísað frá bæjaráði til afgreiðslu bæjarstjórnar tillögu endurskoðun á reglum fyrir stuðningsþjónustu. Og markmið með þessum breytingum var að gera reglurnar skýrari fyrir notendur og starfsfólk, aukin áhersla sé á virkni fólks, sjálfstæði og tæknilausnir. Bæjaráð og félagsmálanefnd hafa samþykkt reglurnar fyrir sitt leyti og vísa þeim hér til afgreiðslu bæjarstjórnar. Orðuðlaust Hjördís Helga Seljan Þóroddsdóttir bæjarfulltrúi beðin orðið gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, herra forseti. Þetta er búið að vera í vinnslu í dágóðan tíma og búið að vinna og leggja heilmikla vinnu í að endurskoða þessa reglu. Það finnst mér að þurfum kannski aðeins að ræða meira þetta. En það var nefnilega þannig að síðasta sumar þá var skipuð verkefnastjórn heildarendurskoðun á þjónustu við eldra fólk og það var síðan í kjölfarið tekin áætlun að búa til og skýra framtíðarsýn þjónustu við eldra fólk þannig að þjónustan yrði samfelldari og einnig kom út skýrsla með heildarendurskoðunarlaga þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Þar af leiðandi og út af þessari vinnu þá var það stjórnandi stoð og stuðningsþjónustu sem við erum með hér og sviðsstjóri og starfsmenn úr fagteimi fjölskyldusvið því að við erum þar með fagteimi sem hafa verið að vinna virkilega góða vinnu að þau vildu rýna reglur Fjarðabyggðar varðandi stuðningsþjónustu og eru búin að fara með þessa drög á þessu reglum á milli fagteima og rýna þetta virkilega vel og þetta eru heilmiklar breytingar. En allt samt þannig að til þess að skýra betur þar sem að við erum að takast fyrir þjónustuþegna og fyrir starfsfólk og fyrir notendur og það er bara við erum að gera kerfið okkar töluvert einfaldara með því að taka fyrir þessar reglur. Þær eru núna að ég tel mjög skýrar og eru í takt við það þjónustu sem að við höfum verið að leggja áherslu á og við teljum náttúrulega það að það sé mjög mikilvægt að verkferlar séu skýrir og við séum með skýrar reglur sem að notendur geta leitað í og einnig mjög mikilvægt fyrir starfsfólk að við höfum skýrar reglur til þess að fara eftir. Þannig að þetta er bara virkilega ánægð með þetta plagg þannig að ég vildi bara aðeins fá að koma upp og líka bara þakka fyrir starfsfólki á fjölskyldusviði sem hefur verið að vinna að þessu því að það er búið að leggja mikinn metnað og tíma í að endurskoða þessar reglur okkar en það var ekki meira. Takk fyrir. Takk fyrir þetta og orðuðlaust drög að reglum stuðningsþjónustu.
Enginn hafa beðið orðið og þá ber ég upp til samþykkta bæjarstjórnar reglur stuðningsþjónustu, eða draugareglur stuðningsþjónustu, þau sem þær samþykkja, við þarfum að gefa merki. Reglur stuðningsþjónustu eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í næsta lið sem nefndaskipan Framsóknarflokksins og fyrir liggur bréf frá Bjarneyju Hallgrímsdóttur sem tilkynnir úrsögn úr íþrótta- og tómstundunefnd og fræðslunefnd vegna búferlaflutninga í annað sveitarfélag. Og svo tillaga sem liggur hér fyrir fundinum að Birgir Jónsson taki sæti Bjarneyju sem varamaður í íþrótta- og tómstundunefnd ásamt því að Sævar Arngrímsson taki sæti hennar sem varamaður í fræðslunefnd. Orðið laust þessa tillögu. Af enginn beðið orðið og þá ber ég þessa tillögu til samþykkta bæjarstjórnar þau sem hann samþykkja með að gefa merki. Tillagan samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í 18. lið sem breytingar á deiliskipulagi Mjóeyjarhafnar og þetta mál sem vísað frá umhverfis- og skipulagsnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar, breytingar á deiliskipulagi Mjóeyjarhafnar, ásamt svörum við athugasemdum sem bárust á auglýsingatíma. Og orðið laust þennan lið. Mér sýnist enginn biðja orðið og þá ber ég upp þessar breytingar á deiliskipulagi Mjóeyjarhafnar upp til samþykkta bæjarstjórnar. Þau sem þær samþykkja með að gefa merki. Breytingar á deiliskipulagi Mjóeyjarhafnar eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í 19. lið sem fundaáætlun bæjarstjórnar og samkvæmt fundaáætlun næsti bæjarstjórnarfundur áætlaður þann 4. maí næstkomandi. Ég vil leggja það hér til að færa þennan fund til 5. 11. maí á hefðbundnum fundatíma. Orðið laust þessa tillögu. Enginn hafa beðið orðið, þá ber ég þessa tillögu upp til samþykktar bæjarstjórnar. Þau sem hana samþykkja, við sem að gefa merki. Tillagan breytingu á fundaáætlun bæjarstjórnar samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá dagskrá fundarins tæmd og það verður boðað til næsta bæjarstjórnarfundar eins og kom fram áðan 11. maí með dagskrá. Ég þakka kærlega fyrir fundarsetuna og segi fundi slitið.